Því að fólki sem hefur ekki beint þessa reynslu á hvernig kerfi borgarinnar eru hreinlega ekki að virka, það er kannski ekki best statt til að fara að segja til hvernig eigi að laga. En bara að því þú ert að tala þetta, ég meina, nú formaður ykkar, Gunnar Már Egilsson, maður sem hefur skilið launafólk oftar en einu sinni kauplaust og það þurft að leita til ábyrgðasjóðs. Hann er ekki formaður flokksins, það er engin formaður flokksins, hann er framkvæmdastjóri. Hann er sá sem að drífur starfið áfram. Ég meina, er hægt geta kjósendur, þegar þú ert að tala til kjósenda, geta þeir treyst sósíalískum flokki sem að velur slíkan mann í forystu? Hann er ekki í forystu flokksins, það er ég sem er 26 ára gömul kona af blönduðum uppruna en ekki einhver 50 karlmaður, ég veit ekki eins og hvað hann er gamall. Hann er stofnandi flokksins? Ég er meðal annars líka stofnandi og það eru fleiri sem komið þar að borðinu. En spurningin er samt þessi, hún stendur samt eftir. Að fólk geti treyst, hann er ekki... Já, bara sósíalískum flokki sem velur mann sem hefur svikið launafólk. Hann er ekki formaðurinn, ég er oddvitinn, ég er kona sem hefur upplifað fátækt að eigin skinni, ég þekki þetta, ég er best fyrir því og allt annað fólk á lista, hann er ekki eins og í framboði, þannig að við erum upprisa hérna verð settu fyrir bættum kjörum, við erum að koma fram með raddir okkar í þessa umræðu og við ætlum að taka völdin, við ætlum að setjast við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar, fólki sem upplifir óréttlæti samfélagsins, það er að rísa upp og það er það sem að framboðið okkar byggir á.